Eystrasaltsperlur heitir þáttur opinbera heimsókn forsetahjónanna til Eystrasaltsríkjanna í júní síðastliðnum sem við fáum nú að fylgjast með. Umsjónarmaður er Katrín Pálsdóttir. Íslenski fáninn blaktir hér víða við hún í Tallinn, höfuðborg Eistlands. Og tilefnið er opinber heimsókn forsetahjónanna hingað til lands. Í föruneyti forsetahjónanna eru utanríkisráðherra og embættismenn. En það var tekið á móti forsetahjónunum með pompi og prakt hér í Tallinn fyrir utan forsetahöllina. Opinber heimsókn forsetahjónanna Ólafs Ragnars Grímssonar og Guðrúnar Katrínar Þorbergsdóttur og utanríkisráðherra Halldórs Ásgrímssonar til Eystrasaltsríkjanna þriggja hófst í Eistlandi. Lennart Meri, forseti og kona hans Helle buðu forsetahjónin og fylgdarlið velkomin. Eftir móttökuathöfnina áttu forsetarnir fund í forsetahöllinni. Gamli bærinn í Tallinn, höfuðborg Eistlands, á sér mikla og merkilega sögu. Íbúar Eistlands eru 1,6 milljón og þar af búa tæplega 500.000 í Tallinn. Lennart Meri, forseti og kona hans Helle, sýndu forsetahjónunum það markverðasta, til dæmis þessa fallegu kirkju. Eistlendingar eru mótmælendur en kirkjur réttrúaðra eru áberandi í Eystrasaltsríkjum. Hægt er að rekja búsetu á þessum slóðum allt aftur til ársins 2500 fyrir Krist. Norrænir víkingar höfðu mikil samskipti við svæðið og nefndu það Lindisnes. Valdimar Sigursæli, konungur af Danmörku, réði strandhéruðum við Eystrasaltið á 13. öld. Næstu aldir réðu svo Svíar, Þjóðverjar og Rússar svæðinu. Eftir fyrra stríð 1918 öðlaðist Eistland sjálfstæði en glataði því aftur 1940. Í seinna stríði eyðilögðust nærri 40% bygginga í Tallinn. Í 50 ár tilheyrðu Eystrasaltsríkin Sovétríkjunum en Alþingi Íslendinga áréttaði sjálfstæðisviðurkenningu sína 11. febrúar 1991 og formlegt stjórnmálasamband var undirritað 27. ágúst sama ár við ríkin 3 við Eystrasalt. Á Ráðhústorginu í Tallinn var mikill mannfjöldi. Lennart Meri heilsaði upp á landsmenn sína og kynnti Ólaf Ragnar forseta og Guðrúnu Katrínu. Hópur ungmenna sem var með vörukynning á torginu gaf forsetunum samlokur og húfur og þeir brugðu á leik með krökkunum. Eftir gönguferðinu miðbæinn ræddi Lennart Meri við íslenska blaða og fréttamenn. Þar endurtók hann þakklæti til íslensku þjóðarinnar fyrir góðan stuðning í sjálfstæðisbaráttunni og fyrir að hafa verið fyrstir til að viðurkenna sjálfstæði Eistlands. Í kjölfarið, sagði hann, fylgdu hinar norrænu þjóðirnar og Þýskaland og bætti við að ómögulegt væri að geta sér til atburðarásina ef Íslendingar hefðu ekki riðið á vaðið. For us, the Baltic Sea is the Nordic Mediterranean Sea, which means that the sea itself is already an instrument for cooperation. Estonia, by her character, belongs to the Nordic peoples. We have had very close ties with Finland, with Sweden,
with Denmark. And it's the most natural thing that we are very interested in expanding those ties, in deepening those ties, and reaching out far into the Atlantic so that Iceland will be always a very close neighbor for Estonia. Ólafur Ragnar forseti ávarpaði eistneska þingið. Þar ræddi hann stöðu smáþjóða í nýrri Evrópu. Þetta var forsetanum hugleikið umræðuefni í heimsókninni til Eystrasaltsríkja. Í eistneska þinginu sagði hann meðal annars: Ísland minnsta aðildarríki NATO, óbundið af málamiðlunum innan Evrópusambandsins, gat boðið úrtöluöflum byrgin og veitt sjálfstæðisbaráttu Eystrasaltsríkjanna liðsinni sem dugði. Forsetinn sagði einnig að það hefði verið hin smáu ríki við Eystrasalt sem tóku forystuna við að brjóta niður og Sovjetvaldsins innan frá, og það voru norræn smáríki vestan við sem tóku af skarið utan frá. Já, fyrsta lagi hefur nú komið fram mjög mikið þakklæti þeirra fyrir þann stuðning sem Ísland veitti þeim og öðrum Eystrasaltsríkjum á örlaga tímum og mikill áhugi á að efla samvinnu okkar í framtíðinni. Þeir vilja njóta stuðnings Íslendinga í umsókn sinni aðild að Atlantshafsbandalaginu og einnig byggja upp nána samvinnu milli ríkjanna 8, Norðurlandana 5 og Eystrasaltsríkjanna 3, bæði í svæðissamböndunum 9 og eins í ýmsum efnahagsmálum og umhverfismálum í norðurhluta Evrópu. Þið hafið töluvert rætt viðskipti landana hér. Já, þau hafa nú verið rætt á nokkru leyti. Þau eru hins vegar ennþá á svona byrjunarstigi. Það er margt sem að ber á góma í þeim efnum. En þeir hafa mikinn áhuga á að kynnast íslenskum sjávarútvegi, senda nemendur í sjávarútvegsháskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, efla samvinnu við sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi og reyna að læra af okkur hvernig hægt er að byggja upp alþjóðlegan sjávarútveg. En síðan hefur líka komið fram mjög ríkur áhugi á að senda fólk í skóla á Íslandi, ekki aðeins háskóla, heldur ýmsa aðra skóla, gefa ungu listafólki kost á því að sýna verk sín á Íslandi, flytja tónlist sína, sýna málverk sín og flytja menningu landanna heim til hvers annars. Og í raun og veru skynja ég það hér mjög eindregið að þeir sjá samvinnuna við Ísland og Norðurlöndin sem eins konar akkeri, eins konar tryggingu í framtíðinni á því að þeir haldi sjálfstæði sínu og geti notið þess. Það verður auðvitað að segjast eins og að það kemur hér fram hvað eftir annað í samræðum að það er voldugt ríki hér fyrir austan sem þeir hafa átt svona misjafna reynslu af í gegnum tíðina og þeir vilja reyna að tryggja það meðal annars í samvinnu við okkur að þeir geti notið sjálfstæðis, friðar og menningar alla framtíð. Gestgjafarnir í Eistlandi fóru með gestin út í sveit þar sem leikin voru þjóðlög og stiginn dans. Og forsetahjónin voru drifin í dansinn. Tartu í Eistlandi er sögufræg háskólaborg og hefur verið það síðan á 17. öld, þegar Svíar réðu hér ríkjum. Það var Gústav II Adolf, Svíakonungur, sem stofnaði háskólan í Tartu. En það er svo ótal margt hér í Eystrasaltsríkjunum sem minnir á tengslin við Norðurlönd. Í fyrirlestri sem Ólafur Ragnar forseti og fyrrverandi prófessor við Háskóla Íslands hélt í háskólanum í Tartu í Eistlandi rifjaði hann upp þegar hann var að stíga sín fyrstu skref á alþjóðlegum fræðavettvangi árið 1965. En þau voru fólkin í þátttöku í fyrsta rannsóknarverkefninu sem helgað var lýðræði í Evrópu. Þá var það létt verk að afmarka viðfangsefnið, sagði forsetinn. Lýðræðisríkin í álfunni voru ótrúlega fá. Mið- og Austur-Evrópa var ekki eini landahópurinn sem féll utan við landamæri lýðræðisins, heldur bjuggu Spánverjar og Portúgalar við harðstjórn og Grikkland og Tyrkland hlutum skeið ofurvaldi herstjórnar. Ólafur Ragnar sagði
að það gleymdist oft í umræðum á okkar tíð hraða lýðræðisþróunar í ríkjum sem áður lutu alræðisstjórn kommúnistaflokka hve fá ríki álfunnar hafa alla öldina notið lýðræðislegra stjórnarhátta. Minnismerkið frið var reist hér í Riga í Lettlandi árið 1935 þegar Lettland var sjálfstætt ríki. Á tímum Sovétríkjanna þegar kommúnistar réðu hér ríkjum voru gerðar áætlanir að eyðileggja það. Minnismerkið gegndi miklu táknrænu hlutverki í frelsisbaráttu Letta. Þar kom fólk saman og þar var lettneski fáninn dreginn að húni þegar árið 1988. Á fyrsta degi opinberrar heimsóknar forsetahjónanna í Lettlandi var frelsisbaráttu Letta minnst með mjög áhrifamikilli athöfn við minnismerkið frið sem stendur í miðborg Rígu. Þjóðsöngvar Íslands og Lettlands voru leiknir og síðan lögðu forsetarnir Ólafur Ragnar og Guntes Ulmanis blómsveiga við minnismerkið. Ulmanis var kjörinn forseti Lettlands árið 1993 og endurkjörinn 1996. Ulmanis fjölskyldan tengist frelsisbaráttu Letta sterkum böndum. Afabróðir forsetans var síðasti forseti frjáls Lettlands fyrir síðari heimsstyrjöld. Kremlverjar gáfu út fyrirskipun það að fjölskyldunni skyldi útrýmt og var hún flutt til Síberíu þar sem Ulmanis forseti var í 8 ár í vinnubúðum. Íbúar Lettlands eru 2,7 milljónir, þar af býr helmingur landsmanna í Rígu. Nokkrir Íslendingar voru í mannfjöldanum í miðborginni, til Gísli Þór Reynisson, nýskipaður aðalræðismaður, tók á móti forsetahjónunum og skýrði þeim frá starfseminni. Forsetinn afhenti starfsfólki gjafir og forsetahjónin skrifuðu í gestabók. Við erum hérna með skrifstofu og sinnum þeim málum sem upp koma, hvort sem það eru Íslendingar eða Lettar eða jafnvel frá öðrum þjóðum sem leita til okkar. Og þetta eru bæði einstaklingar sem koma varðandi vegabréfsáritana eða einhvers vandamála sem upp koma og líka fyrirtæki. En mikið fagnaðarefni að íslensk fyrirtæki eru farin að koma meira og meira hérna til Lettlands í heimsóknir og kanna möguleika og þá náttúrulega reyni ég og mín skrifstofa að aðstoða og gefa upplýsingar og sambönd sem kunna reynast þeim til góðs. Heldur að Íslendingum fjölgi á þessu svæði í framtíðinni? Hvernig sérðu næstu 5 árin? Já, ég er nú mikill bjartsýns maður. Ég er búinn að vera hérna síðan 91 á þessu svæði með annan fótinn og það er framfari sem búin að eiga sér stað hérna síðan þá eru búin að fara fram á mínum björtustu væntingum. Þannig að ég á von á því, já, við munum sjá meiri Íslendinga. Ég held að baltnesku löndin séu meira og meira að verða hluti af þessari norður-evrópsku þjóðarsambandi sem Norðurlöndin hafa myndað. Þetta eru litlar þjóðir sem eiga margt sameiginlegt og þó svo að fyrrverandi Sovétríkin séu okkur Íslendingum andlega eru þau svo fjarlæg að þá landfræðilega eru við svo miklu nágrannar. Eftir fund forseta og utanríkisráðherra með forsætisráðherra Lettlands var farið í þinghúsið. Þing Eystrasaltsríkjanna 3 eru í gömlum og sögufrægum byggingum sem búið er að gera upp og skarta nú sínu fegursta. Það er margt hérna í Eystrasaltsríkjum sem minnir á tengslin við Norðurlönd. Já, vissulega, og fyrsta sem mann dettur í hug þegar maður kemur hingað, það er hvað fólkið er líkt Íslendingum. Maður er alveg hissa að það skuli ekki tala mál sem maður skilur. Þetta framandi tungumál eða þessi framandi tungumál, þau koma manni svo einkennilega fyrir eyru vegna þess að fólkið er svo líkt okkur. En það er svo margt fleira sem er líkt og minnir á Norðurlöndin, á Ísland, heldur en bara fólkið. Saga Evrópu er hérna svo mikil. Saga Danmerkur er í Íslandi, saga Svíþjóðar í Íslandi og rauninni kannski má segja af Gustaf Adolf Annar. Hann er mikill maður ennþann það í dag meðal Íslendinga. Ég sá stór málverk á honum í Nikolásarkirkjunni, ég sá annað málverk á honum í Háskólanum í Tartu og mjög fallega styttu út í
úti við háskólann, enda stofnaði hann háskólann í Tartu fyrir 350 árum síðan og ennþá mikils metinn sem slíkur. Sænsku áhrifin hafa síðan dofnað fyrir áhrifum frá Þýskalandi og auðvitað Sovéttíminn sem hefur núna gengið yfir löndin síðustu 50 ár. En þessi norrænu áhrif sem varst að tala þau eru allstað blasa við manni. Forsetinn í Lettlandi, hann á sín uppáhaldsbók, það Íslandsklukkan. Hér tala fólk Egilssögu. Borgarstjórinn í Tallinn sagði okkur að nú ætti að skýra götu í Tallinn í höfuð á Gretti. Það fannst okkur mjög skemmtilegt. Í dag vorum við í Þjóðminjasafnið hérna í Kastalanum í Riga og þar gafst okkur kostur á að sjá sögu Letta og það var mikið sýnt af munum sem hafa fundist, bronsmunum, nælum og ýmsum skrautmunum og örvum og öðru slíku, en maður sá í skrautmununum þetta voru sömu munstrin, þetta voru sömu skrautmunir og við eigum á Íslandi þó miklu færri séu og raunin eru þeir yngri á Íslandi því að saga okkar hefst svo miklu síðar en saga Letta. Þeir eiga sína sögu aftur fyrir bronsöld sem við eigum ekki. Þannig að við erum minnt á Norðurlöndin daglega, bæði í orði, í heimsóknum og alls þar sem við komum. Þannig að þetta mikil sameiginleg saga þarna á milli. For us from Iceland to come to Latvia. Fjölmiðlar í Eystrasaltsríkjunum gerðu heimsókn forsetahjónanna og utanríkisráðherra mjög góð skil og var blaðamannafundum forsetanna iðulega sjónvarpað beint eins og hér í Lettlandi. Stjórnvöld í Eystrasaltsríkjum hafa lagt mikla áherslu á að komast inn í Atlantshafsbandalagið, en Rússar hafa verið alfarið á móti því. Málefni Atlantshafsbandalagsins og sjávarútvegsmál voru meðal annars rædd á fundi Halldórs Ásgrímssonar utanríkisráðherra og starfsbróður hans. Á fundum Halldórs Ásgrímssonar með utanríkisráðherrum Eystrasaltsríkjanna var áhersla lögð á viðskipti landanna og öryggis- og varnarmál. Með í för utanríkisráðherra voru Helgi Ágústsson, Hörður H. Bjarnason og Benedikt Höskuldsson. Utanríkisráðherra hélt erindi öryggismál í Evrópu og stækkun Atlantshafsbandalagsins. Við höfum heitið því að berjast fyrir því að þeir komist inn í NATO og þá skiptir aðalmáli að það sé verið að vinna að því og það séu opnar dyr og þeir undirbúi sig sem best fyrir væntanlega þátttöku í Atlantshafsbandalaginu. En þessi andstaða Rússa, hún hlýtur að vera ofarlega í huga? Hún nokkuð ofarlega í huga þeirra, en hins vegar verður líka að vinna með Rússum að þessu máli. Það ekki nóg að stækka Atlantshafsbandalagið, það þarf líka að ná góðu samstarfi við Rússa og við höfum líka lagt á það áherslu og þeir eru því algjörlega sammála. Heldur að Eystrasaltsríki verði tekin inn í NATO næsta ár? Ekki á næsta ári, ég hef ekki trú á því. Það verður síðar, en ég get ekki spáð fyrir það hvenær það gerist og að mínu mati þá skiptir miklu meira máli fyrir þá að komast inn í Evrópusambandið sem fyrst og þar með að sameinast efnahagsþróunin í Evrópu. Þið lögðu mikla áherslu á viðskipti Íslands og þessara landa. Hvernig staðan þar? Staðan nú svona nokkuð góð. Það eru tiltölulega lítil viðskipti milli landana en þau fara vaxandi. Það eru margir íslenskir athafnamenn sem að hasla sér völl í þessum löndum sem lofar góðu. Þannig að útlitið gott og það alla líkur á því að viðskipti landana komi til með að aukast á næstu árum og þar með samskipti þjóðanna. Utanríkisráðuneytið hefur lagt ríkari áherslu á viðskipti við útlönd í starfsemi sinni og í því skyni var stofnuð sérstök viðskiptaþjónusta í ráðuneytinu og hefur hún verið starfrækt í 1 ár og skilað góðum árangri. Forsetahjónin heimsóttu meðal annars Bíkó sem hefur verið með timburvinnslu í Lettlandi í nokkur ár. Staðan sú að útflutningur frá Íslandi til Eystrasaltsríkjanna hann hefur vaxið verulega á síðustu undanförnum 2 árum. Hann tífaldaðist á milli áranna 95 og 97, fór úr 100 milljónum í 1 milljarð. Skiptingin nokkurn veginn þannig að helmingurinn fer inn á Litháen, 36% hingað inn á Lettland þar sem við erum í dag
og 16% fara inn á Ísland. Þessi mikli vöxtur fyrst og fremst kemur frá útflutningi á sjávarafurðum, síld og loðna, bæði saltsíld og fryst síld eiga hér ágætismarkað og þar hefur vöxturinn verið mestur. Því til viðbótar þá hefur líka verið flutt út töluvert af vélum og tækjum inn á útgerðina hér og það svona geiri sem við væntum að gæti vaxið enn frekar en þetta sem sagt mikill vöxtur. En Íslendingar hafa einnig fjárfest hér miklu meira en kannski búist var við í fyrstu, eða ekki? Jú, Íslendingar hafa fjárfest töluvert hér. Við erum með hérna til dæmis í Lettlandi 2 fyrirtæki, Eimskip sem á dótturfyrirtæki sitt MGH hér í Riga og reyndar með annað fyrirtæki líka upp í Tallinn. Þeir hafa fjárfest hér í flutningaþjónustu. Biko Lat eða Biko hefur fjárfest hér einnig og þeir eru með töluvert mikil umsvif, hafa fjárfest hér fyrir yfir 200 milljónir króna. Þannig að í þessum 2 löndum erum verulega fjárfestingu. Nú stærsta fjárfestingin síðan í Litáin, í það sem að Ilsanta, fyrirtæki í eigu Íslendinga, að meiri hluta, í framleiðslu á afurðum fyrir sjúkrahús, það að segja saltvatnslausnum fyrir sjúkrahús. Þannig að það töluvert mikið viðskipti og þau eru kannski meira en margan grunar. Í Eystrasaltsríkjunum hafa menn haldið fast í gamla siði og venjur. Hér í Lettlandi voru íslensku gestirnir hvattir með dansi og söng. En frá Lettlandi lá leiðin til Litáen. Héðan úr þinghúsinu í Vilnius háðu Litáar sjálfstæðisbaráttu sína. Hér var Landsbergisforseti ásamt þingheimi í 2 vikur. Hann neitaði að yfirgefa þinghúsið af ótta við að sovjaski herinn tæki húsið en hann umkringdi bygginguna. Þótt frelsi sé í höfn í Litáen geyma Litáar minningar baráttuna sem þeir háðu til að öðlast það og einnig minningunum þá sem létu lífið í baráttunni. Hér við þinghúsið stendur hluti af varnarvegg sem reistur var í janúar 1991 þegar Sovjetherinn sat húsið. Litáar eru rúmlega 3,7 milljónir, í Vilnius búa tæplega 600.000 manns. Forsetahjónin fóru gamla miðbæinn í Vilnius en hann prýða fjölmargar fagrar kirkjur. Litáar eru kaþólskir en grannar þeirra eistar og lettar eru mótmælendur. Valdas Adamkus, forseti Litáens og kona hans Alma tóku ákaflega hlýlega á móti íslensku forsetahjónunum. Í veislu sem þau héldu þeim til heiðurs kom fram þakklæti til íslensku þjóðarinnar fyrir stuðninginn í sjálfstæðisbaráttunni. Forseti Íslands Ólafur Ragnar sagði í ræðu sinni að sjálfstæðisviðurkenningin sem Alþingi Íslendinga áréttaði 11. febrúar 1991 og undirritun stjórnmálasambands 27. ágúst í Reykjavík væru viðburðir sem verða þjóðunum ógleymanlegir, sigur hátíð í lýðræðisbaráttu smáþjóða.